Starfsmenn fjármálaeftirlitsins eru hlutfallslega margfalt fleiri hér á landi en á hinum Norðurlöndunum. Stjórnarformaður þess segir að ákveðnum eftirlitsverkefnum verði að sinna óháð stærð bankakerfisins. Fjárlaganefnd bætti ríflega 550 milljóna króna framlagi til fjármálaeftirlitsins í fjárlagafrumvarp næsta árs milli annarar og þriðju umræðu. Þessi hækkun hefur verið harðlega gagnrýnd en stjórnarformaður eftirlitsins segir hann að gefa skakkamynd. Ef við tökum þá tölu sem samþykkt útgjöld til fjármálaeftirlitsins árið 2011 og síðan þess sem beðið er fyrir árið 2012, þá eru munurinn þar á milli 140 milljónir. En það alveg saman hvernig á það litið, að það alveg hárrétt að það miklum fjármunum varið í það að byggja upp fjármálaeftirlitið núna. Fjárframlög til fjármálaeftirlitsins hafa hækkað mikið, voru rúmur milljarður í fyrra en verða óbreyttu tæpir 2 á næsta ári. Sé starfsemin borin saman við hin Norðurlöndin eru starfsmenn hér óneitanlega færri. Þeir eru hins vegar hlutfallslega margir. Ytra eru til dæmis 1 til 2 starfsmenn á hverja bankastofnun, en hér 7. Fyrsta lagi erum við mikið af fólki sem að vinna í rannsóknum á hruninu. Í annan stað þá erum við í miðju uppbyggingar og umbóta starfinu og þurfum til þess mannafla sem við gerum ráð fyrir að drægja úr eftir að því umbóta og uppbyggingarstarfi er lokið. Og síðan það líka þannig að það eru ákveðin verkefni sem þarf að vinna til þess að hafa ábyrgt og traust fjármálaeftirlit og þá skiptir ekki máli hvort að bankarnir eru 3 eða 4 eða 40, að verkefni þarf að vinna engu að síður.